Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 28. apríl árið 2026 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1433. Hefst örlítið seinna að þessu sinni þar sem það tók smá stund að finna út úr tæknimálum í upphafi fundar og við vildum endilega hafa fundinn hér í beinni útsendingu eins og venja og tryggja það að hann væri tekinn upp einnig. Til fundar eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Valgarður Lyngdal Jónsson sem hér talar og gegni embætti forseta bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og Anita Eir Einarsdóttir, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í forföllum bæjarfulltrúa Lífás og Skarðstað. Einnig situr fundinn Steinar Dagur Adolfsson, bæjarstjóri, sem einnig sér að rita fundargerð. Samtals á dagskrá 13 dagskrárliðir. Þar af eru 5 afgreiðsluliðir og svo 8 liðir sem innihalda fundargerðir sem lagðar eru fram til kynningar. Fyrsti dagskrárliður mál númer 2603 2455 ársreikningur Akraneskaupstaðar 2025 A-hluti. Þannig háttar til fyrstu 3 dagskrárliðina að þeir fjalla ársreikninga Akraneskaupstaðar, fyrsti dagskrárliðurinn A-hluta, annar dagskrárliður B-hluta og þriðji dagskrárliður samstæðu. Og ég legg það til að við tökum eina umræðu þessa 3 fundarliði. Þannig að umræðan verði færð saman undir dagskrárlið númer 1, gerð grein fyrir umræðinni þar og hvert og eitt mál verði síðan eðli máls samkvæmt afgreitt sérstaklega undir viðeigandi dagskrárlið. Þannig að þeir sem samþykkja þessa dagskrártilhögun við þá að gefa merki. Það samþykkt með öllum atkvæðum. Þá göngum við til umræðu ársreikning Akraneskaupstaðar, fyrstu 3 fundarliði fundarins. Bæjarráð fjallaði málin á fundi sínum þann 16. apríl síðastliðinn, áritaði þá ársreikninga sem því ber og lagði til við bæjarstjórn að ársreikningar Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025 verði samþykktir. Og við hefjum hér umræðu og þá ætla ég fyrst að gefa orðið til bæjarstjóra sem mun gera grein fyrir helstu hagstærðum í ársreikningum Akraneskaupstaðar. Bæjarstjóri Steinar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun nú gera grein fyrir ársreikningi 2025 sem hér lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Síðari umræðan fer fram þann 12. maí næstkomandi en samkvæmt sveitarstjórnarlögum skulu umræður ársreikning sveitarfélagsins vera 2 talsins og síðari umræðu vera lokið fyrir 15. maí ár hvert. Og hér í upphafi undir þessari fallegu mynd af bænum okkar vil ég í nokkrum orðum gera grein fyrir megininntakki ársreiknings Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025. Fyrst vil ég þó taka fram, sérstaklega fyrir þá íbúa sem kunna að vera að fylgjast með útsendingunni, nokkur grunnatriði tengd fjármálum sveitarfélaga og upplýsingar hvaða fyrirtæki og stofnanir falla undir A-hlutann annars vegar og svo B-hlutann hins vegar. Sveitarstjórnir þær bera ábyrgð á fjárhag sveitarfélaga, þeim ber að tryggja að ákvæðum laga fjármál sveitarfélaga sé fylgt. Einvörðungu sveitarstjórn getur tekið ákvarðanir málefni sem varða veruleg fjármál sveitarfélagsins. Til slíkra málefna
Teljast meðal annars eftirtalin atriði, það staðfesting ásetnings sem við erum að gera hér í 2 umræðum, eins og ég gerði grein fyrir áðan, og það fjárhagsáætlun næstkomandi eða næsta árs, fjárhagsáætlun til 4 ára, það eru viðaukar við fjárhagsáætlanir, lán, ábyrgðir eða aðrar fjárhagslegar skuldbindingar, sala eigna og annarra réttinda þess, sala eigna sveitarfélagsins og annarra réttinda þess, og álagning skatta og gjalda og ráðning eða uppsögn endurskoðanda. Sem kunnugt þá reikningsárið almanaksárið. Nú sveitarfélög, stofnanir þeirra og fyrirtæki eru bókhaldsskyld og gilda ákvæði laga bókhald og laga ársreikninga, svo aðrar bókhalds- og reikningsskilavenjur bókhald og reikningsskil sveitarfélaganna. Bókhaldi sveitarfélags skal hagað á skýran og aðgengilegan hátt og skulu reikningsskil gefa glögga mynd af rekstri, efnahag og sjóðstreymi. Starfsemi sveitarfélaga skiptist í A- og B-hluta sem saman mynda samstæðu sveitarfélagsins. A-hluti, hann merkir aðalsjóð sveitarfélags, auk annarra sjóða og stofnana sem sinna starfsemi sem að hluta að öllu leyti eru fjármögnuð á skatttekjum. Undir A-hlutan hjá okkur í Akraneskaupstað falla aðalsjóður, eignasjóður, byggðasafni í Görðum og fasteignafélag Akraneskaupstaðar SLF. Undir B-hluta falla stofnanir sveitarfélags, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða meiri hluta í eigu sveitarfélags og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Undir B-hlutan hjá okkur falla Höfði, það Gáma, Háhiti og fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf. Sveitarfélögum heimilt eftir því sem leiðir af viðkomandi lagareglum að ákveða sér eðlilegan afrakstur af því fjármagni sem bundið rekstri stofnana þeirra og fyrirtækja. Sveitarstjórn ber að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé ávallt þannig hagað að sveitarfélag muni til framtíðar geta sinnt lögbundnum verkefnum sínum. Og framangreinda skyldu skal sveitarstjórn fullnægja meðal annars með því að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögð reglulegum tekjum og heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum sé ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Síðan það með vísan til 61. grein sveitarstjórnarlaganna, þá skulu sveitarfélög gera ársreikning og það það sem við erum að fjalla hér í dag. Nú, niðurstaða samstæðunnar, það á B-hluta, 293 milljónir króna í hagnað, sem ánægjuleg niðurstaða og alls ekki sjálfgefið að ná fram. Það hefur hins vegar tekist með samstilltu átaki bæjarfulltrúa og stjórnenda kaupstaðarins en með hinu síðarnefnda á ég við forstöðumenn stofnana og stjórnendur málaflokka sem dyggri aðstoð fjármáladeildar undir styrkri stjórn fjármálastjóra okkar sem kemur reglulega og fundi bæjarráðs og annarra fagráða og fer yfir mánaðarleg yfirlit rekstrar og svo afsluta yfirlit og gerir þetta á sinni alkunni snilld og heldur okkur öllum á tánum. Sem kunnugt þá eru til staðar og hafa verið allnokkra hríð erfið skilyrði í hagkerfinu með hárri verðbólgu og háu vaxtastigi. Rekstrarumhverfi sveitarfélaga krefjandi líkt og annarra rekstrareininga samfélagsins. Reksturinn hjá okkur alltaf í rýningu enda það svo að ef hann ekki í lagi þá takmarkar það til lengri tíma alla uppbyggingu og velsæld í samfélaginu. Nú rekstrarafkoman 394 milljónir króna betri heldur en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir sem var 101 milljónir króna rekstrartap og það sannarlega mjög ánægjuleg niðurstaða og umfram væntingar. Skuldaviðmið áfram lágt 65% og lækkar 2% frá fyrra ári það var 67%. Skuldir við lánastofnunum fara hækkandi vegna verðbólgu og hækka 274,3 milljónir króna milli ára og nú 5,6 milljarðar en lífeyrisskuldbindingarnar hækka 302,5 milljónir króna og nú alls 4.971 milljón eða 4,9 milljarðar. Veltufé frá rekstri var 13,34% af heildartekjum eða 1,6 milljarðar króna. Handbært fé í árslok var 547 milljónir króna sem örlítið hærra en það var árið undan það var 515 milljónir króna. Við þurfum að ná þessari stærð þar að segja handbæru fé
upp hjá okkur og þyrfti að mínu mati að vera á bilinu 800 til 900 milljónir á hverjum tíma og ég þá að horfa til mánaðarlegra skuldbindinga í formi launagreiðslna og sveiflum í útgjöldum ýmiss konar, sérstaklega tengt framkvæmdum. Greidd langtímalán voru samtals 249 milljónir króna og greidd lífeyrisskuldbinding var samtals 265 milljónir króna á árinu og fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum var 1,5 milljarður króna sem var töluvert lægri fjárfesting en árið á undan en þá var fjárfestingin alls tæpir 3 milljarðar. Tekið var eitt langtímalán á árinu sem var lántaka hjá Höfða að fjárhæð 490 milljónir króna og var lánið nýtt til að greiða skammtímalán. En lánið var veitt af Akraneskaupstað og það var vegna þeirra framkvæmda sem ráðist hafði verið í hjá heimilinu. Mikilvægt til næstu ára að halda áfram á þeirri braut sem hefur verið mörkuð og fjárhagurinn styrkist áfram þannig að við séum í stakk búin til að standa undir framkvæmdum og greiðslum vegna langtímalána. Lykiltölur Akraneskaupstaðar eru sterkar en áfram framlegðin lág. Í raun of lág miðað við viðmið sem okkur eru sett sem okkar eigin fjárhagslegu markmið. Það samt engin nýlunda í sjálfu sér hjá Akraneskaupstað því til mjög langs tíma hefur veltufé verið hátt og framlegðin lág og fyrir því eru þekktar skýringar. Það hins vegar áfram mjög mikil framkvæmdaþörf hjá sveitarfélaginu og kannski það alltaf svo hjá sveitarfélögum almennt. Þar neyðumst við hins vegar einfaldlega til að sníða okkur stakk eftir vexti. Það hinn einfaldi sannleikur þó erfiður sé. Tekjuaukning þarf að vera umfram útgjaldaaukningu og þannig byggjum við upp greiðsluþol sveitarfélagsins til að ráðast í stærri og kostnaðarsamari aðgerðir og verkefni. Ábyrg fjármálastjórnun lykilatriði og þar höfum við bæjaryfirvöld og starfsfólk að mínu mati staðið vaktina vel. Við viljum halda áfram að byggja upp gott og blómlegt samfélag með góða þjónustu fyrir íbúa og það tel ég Akranes svo sannarlega vera og stoltur af því að búa í þessu góða samfélagi. Snúum okkur þá að yfirferðinni, en samtals eru þetta 19 glærur og ég mun kappkosta að hafa þetta á skiljanlegu máli. Gögn tengt umfjölluninni munu birtast á heimasíðu Akraneskaupstaðar, væntanlega með fundargerðinni, en mögulega birtum við þetta sérstaklega á heimasíðunni undir fréttum. Sem kunnugt þá vorum við að taka upp nýtt málakerfi og virkni varðandi fundargerðirnar og birtingu fylgiskjala með þeim sem tekur, eins og verklagið hefur verið hjá okkur fyrst og fremst til fundargerðar bæjarstjórn og bæjarráðs, ekki til staðar enn sem komið en stendur til bóta. Ef við förum þá aðeins í samstæðureikningin og horfum á tekjuhliðina. Þá voru rekstrartekjur samstæðunnar 14.097 milljónir króna eða 750 milljónir króna umfram áætlun með viðaukum. Tekjuvöxtur milli ára dreifist nokkuð jafnt á tekjuliði reikningsins en útsvarstekjur eru mest umfram áætlun eða 4,4%. Tekjur vaxa því 8,2% sem þó minni tekjuvöxtur en árinu undan þegar það jukust 11,4% milli ára. Útsvar og fasteignaskattar eru 344 milljónir króna yfir áætlun og hækka tekjur á útsvari og fasteignaskattum 755 milljónir króna milli ára sem nemur 10,2%. Framlag jöfnunarsjóðs eru 2,8 milljarðar og hækka 115 milljónir króna milli ára. Meðal tekjuvöxtur kaupstaðarins á árunum 2018 til 2015 nemur 9,4% og tekjuvöxtur ársins 8,2% því örlítið undir meðaltali síðustu ára. Varðandi rekstrargjöldin þá eru þau rúmi 14 milljarðar og eru að aukast 7,2% milli ára. Þar af eru launagjöld langstærsti kostnaðarliður sveitarfélagsins en launagjöld án lífeyrisskuldbindinga hækka milli ára 492 milljónir króna eða 5,9%. Annar rekstrarkostnaður hækkar 118 milljónir króna milli ára eða 2,9%. Milli 2023 og 2024 hækkaði annar rekstrarkostnaður 18% og þetta því mjög ánægjuleg þróun og sýnir raunverulegan árangur í þessum þætti.
Afskriftir eru eðlilega að aukast með auknum framkvæmdum og aukningin á milli ára er 97 milljónir króna eða 22,5%. Rekstrargjöld án afskrifta aukast því 850 milljónir króna milli ára en rekstrartekjur aukast á sama tíma rúman milljarð og eru rekstrartekjur að aukast 213 milljónir króna umfram rekstrargjöld á tímabilinu. Þetta er mjög mikilvægt mál eins og ég gat hér í upphafi yfirferðar minnar. Rekstrargjöldin eru 659 milljónir króna umfram áætlun með viðaukum sem skýrist af 573 milljónir króna hærri annars rekstrarkostnaðar, 103 milljónir króna hærri afskrifta og 60 milljónir króna hærri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Launagjöld voru hins vegar lægri en áætlun sem nemur 77 milljónir króna. Gjöld án afskrifta vaxa 6,7%. Það er sérstaklega ánægjulegt að launaútgjöldin hafi verið undir áætlun. Það er árangur. Varðandi rekstrarafkomuna, þá er hún fyrir óreglulega liði neikvæð sem nemur 57 milljónir króna á árinu 25, sem er minna en árinu 24 þegar hún var neikvæð sem nam 123 milljónir króna. Á árunum 20 til 24 var rekstrarafkoman jákvæð fyrir óreglulega liði að meðaltali 25 milljónir króna. Talsverð sveifla hefur verið á hlutfalli rekstrarafkomu af rekstrartekjum síðastliðin ár. Hún var neikvæð á árinu 2022 1,6%, sveiflaðist yfir verið jákvæð 1%, 23, eða síðan neikvæð árið 24 0,9% og er svo aftur neikvæð núna 0,4%. Á árunum 22 til og með 24 er hlutfallið að meðaltali -8%. Hér þurfum við að halda áfram vinnu okkar við að bæta reksturinn og viljum gjarnan ná sama rekstrarárangri og var upp á árunum 2017 til 19 en hæst fór þetta hlutfall í 10,3%. Það verður hins vegar að skoða þessar tölur í ljósi aðstæðna og þeirra framkvæmda sem við höfum verið að ráðast í sem eru gríðarlega miklar. Verkefni framundan er markviss vinna til að ná þessu í enn betra horf og þar höfum við til hliðsjónar markmiðasetningu bæjarstjórnar sem sett var á kjörtímabilinu. Grundvallað á samvinnu við KPMG. Ég geri svo ráð fyrir að eftir sveitarstjórnarkosningar sem eru handan hornsins og verða þann 16. maí næstkomandi, muni bæjarstjórn setjast yfir þetta verkefni og auðvitað setja mark sitt á veginn framundan. Þar verður eðlimáls samkvæmt að horfa á raunstöðuna. Ég kvíði þeirri vinnu í engu en við höfum notið þess hér undanfarin fjölmörg ár að samstarfið í bæjarstjórn hefur verið alveg til fyrirmyndar. Og þess verið gætt að allir fá að segja sitt óháð meiri og minnihlutastöðu enda er ábyrgð bæjarstjórnar og bæjarfulltrúa hvað þetta varðar heildstæð. Þetta er hins vegar alls ekki sjálfgefið og hefur verið einkennandi fyrir samstöðuna hérna og það er mjög mikils virði. Og ég verið líka bara að lýsa því fyrir hönd okkar starfsmanna að það skiptir verulega miklu máli. Það bara skapar miklu betri blæ og vinnu aðstæður og vinnu umhverfið heilbrigt og gott. Varðandi rekstrarafkomuna í samstarfsreikningnum þá er hún að teknu tilliti til óreglulega liða jákvæð sem nemur 293 milljónir króna á árinu 2025. Fjármagnsliðir eru neikvæðir sem 80 milljónir króna en á árinu undan voru fjármagnsliðirnir jákvæðir 32 milljónir króna. Vaxtakostnaður vegna aukinnar skuldastöðu vegur þungt inn í rekstur samstæðunnar. Það er því mikilvægt að framlegð rekstrarins aukist samhliða því að vaxtakostnaður mun fara vaxandi á komandi ár. Ef við förum þá í þróun efnahagsreiknings þá voru heildareignir í árslok 25 milljarðar króna og hækka 554 milljónir króna á milli ára. En þar eru fasta fjármunir að aukast milljarð. Handbært fé hækkar 31,6 milljónir króna á árinu. Skuldir og skuldbindingar í samstæðu í árslok nema
14,8 milljónir króna en þær hækka 104 milljónir króna á milli ára. Skuldir við lánastofnanir í árslok 5,6 milljarðar króna og hækka 161 milljónir króna á milli ára en samtals voru greiðslur vegna langtímalána 250 milljónir króna á árinu 25. Eigið fé í árslok nemur 10 milljónir króna og eigin fjár hlutfall í árslok 41% og hækkar 1% stig frá fyrra ári. Örlítið lífeyrisskuldbindinguna og þróun hennar að þá nemur stærð hennar í árslok núna 4,9 milljarðar og hækkar 302 milljónir króna frá fyrra ári. Á árinu 25 var greitt inn á lífeyrisskuldbindinguna 266 milljónir króna en 229 milljónir króna greiddar á árinu þar á undan. Við höfum átt í samtali við Brú lífeyrissjóð vegna lífeyrisskuldbindingana og þar eru við hjá Akraneskaupstað alls ekki sátt við þá afgreiðslu sem við höfum fengið. Við höfum verið þar með erindi inni frá því október þar sem að við erum einfaldlega að gera þá kröfu að innborganir Akraneskaupstaðar vegna okkar launþega að það sé raunverulega ganga til lækkunar á þeirri skuldbindingu en sé ekki á grundvelli bakábyrgðar að dreifast yfir á launþega annarra launagreiðanda sem sannarlega eiga aðild að sjóðnum en það er í rauninni fáránlegt að Akraneskaupstaður sé ekki að njóta þeirra innborgana sem að hann sannarlega gerir vegna sinna starfsmanna, að hann sé ekki að njóta þeirra í því mæli sem hann á að gera. Undanfarin 2 ár höfum við ekki samþykkt endurgreiðslu hlutfall sem að sjóðurinn er að leggja til, einfaldlega vegna þess að við teljum að það eigi að vera hærra, þannig að aðrir launagreiðendur séu að greiða stærri hlut af því sem þeim ber. Það er óeðlilegt að sé gengið á bakábyrgð á þess að skuldari sé fyrstur krafinn greiðslu. Þannig að þetta er verkefni sem að við munum sannarlega halda á lofti áfram og bæjarfulltrúum er vel kunnugt þessi samskipti og hvaða vegferð við erum að fara þarna og ég vona svo sannarlega að það leiði til góðra niðurstöðu fyrir okkur. Nóg lífeyrisskuldbindingarnar, það er nú kannski ekki heldur beint skemmtilegt viðfangsefni en það, og ekki allir sem skilja það, þetta er tiltölulega flókið þannig að ég held ég séum ekki að verja meiri tíma í það en þetta er mikilvægt mál fyrir Akraneskaupstað, engin spurning. Ef við förum þá í sjóðstreymið í samstæðureikningnum að þá handbært fé frá rekstri nam 1,4 milljónir króna og er að lækka 2,6 milljarðar króna frá árinu 2024. Fjárfestingarhreyfingar á árinu er eins og ég áður gat milljarður og er að lækka töluvert á milli ára en ég kem nánar að þessu hér á eftir undir glæru 10 þar sem ég geri grein fyrir öllum þeim fjárfestingarhreyfingum sem að ráðist hefur verið í á kjörtímabilinu sem eru gríðarlega háar. Handbært fé í árslok nemur 547 milljónir króna en nam 515 milljónir króna í árslok 24 og hefur það því hækkað 32 milljónir króna á milli ára en 6,2%. Veltufé frá rekstri, það hækkar nokkuð á milli ára en það skýrist af bættri rekstrarniðurstöðu og háum reiknuðum stærðum í rekstrarreikningi. Veltufé sem hlutfall af tekjum er nú komið upp í 13,34% úr 6,7% frá fyrra ári. Þá erum við komin að fjárfestingaglæru og þetta er kannski sú glæra sem segir ansi mikla sögu því að þetta er það sem að auðvitað liggur eftir en við vitum það líka að það er vilji til að fara í margs konar fjárfestingar og þörf en þá þarf reksturinn að styðja það eins og ég hef áður getið. En fjárfestingarhreyfingar ársins eru þá 1,5 milljarðar króna, samanborið við 2,9 í fyrra og heilar 3,5 milljarðar árið 2023 sem að var metár í fjárfestingum hjá Kaupstaðnum. Og árinu 2022 voru fjárfestingarhreyfingar alls 1,5 milljarðar.
Því hafa fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum á kjörtímabilinu verið alls 9,5 milljarður, sem felur í sér verulega mikla uppbyggingu. Stærstu fjárfestingar ársins 2025, eru sem fyrr skólahúsnæði sem að varðið var í 607 milljónir króna og íþróttamannvirkin sem eru þar sem að fjárhæðin var tæpar 800 milljónir. Og þessar tvær stærðir, þær fara langleginu upp í 1,5 milljarð. En þetta hafa auðvitað verið verkefni sem við höfum tekist á undanfarin ár og skýra þessar stærstu hluta þessar háu tölur. Nú ef við förum svo í lykiltölurnar í samstæðureikningnum að þá eru til viðmiðunar þessi fjárhagslegu viðmið sem ég gat í upphafi og rekstrarjöfnuðurinn hann hækkar frá fyrra ári. Hann er jákvæður og nemur 617 milljónir króna í árslok 2025. Samanlögð rekstrarafkoma síðustu 3 ára fyrir óreglulega liði er neikvæð sem nemur 63 milljónir króna en var neikvæð á fyrra árum 163 milljónir króna. Skuldaviðmið, það er heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta sem hlutfall af reglulegum tekjum fer lækkandi og nemur 65% í árslok 2025 en hámarki er 150%. Af þessum tölum má glöggt sjá að við erum vel innan marka þarna og erum stolt af því. Áfram með lykiltölur, skuldahlutfall, það er skuldir sem hlutfall af rekstrartekjum hafa farið markvisst lækkandi frá árinu 2019 þegar það nam 84% en fór síðan hækkandi 23 í 90% og fór hæst 24 í 113% en fer nú aftur lækkandi og stendur í 105% í árslok 2025 sem er í samræmi við sett markmið og er mjög ánægjulegt. Eiginfjárhlutfallið hefur að sama skapi farið hækkandi frá því að standa í 53% í lok árs 2019 yfir í það 58, 21, lækkaði lítillega 22, 56%, stóð síðan í 40%, 24 og styrktist svo núna og stendur í 41%. Þá er það EBITDAn, eins og ég hef gert áður grein fyrir, þá er hún lág hjá okkur, þarf að vera betri. Hún hefur verið að minnka undanfarin ár og nam 7,8% árið 2019. EBITDA framleiðið á árinu 25 nemur 3,5% en á árinu 24 nam framleiðin 2,1%. Á tímabilinu 2019 til 24 var meðaltal 2,5% og er því framleiðið ársins í 2025 yfir meðaltali áranna á undan. Nú er það nú einu sinni svo að maður lifir ekki á meðaltölum, heldur raunveruleikanum, en þær eru góðar til glöggunar og sýna hvað hefur verið að ganga á í rekstrinum. En lykiltölur, veltufjárhlutfall, það er veltufjármunir sem hlutfall af skammtímaskuldum nemur 1,0 í árslok 25 hjá samstæðunni. Hlutfallið lækkaði verulega árinu 23 en hækkar aftur 24 og helst síðan óbreytt núna 25. Veltufjárhlutfall er stærð sem sýnir hæfi samstæðuna til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur næstu 12 mánaða og helst ekki á lægri en 1 til lengri tíma litið. Ef við snúum okkur þá örlítið að A-hlutanum, þá er það mjög jákvætt að niðurstaða A-hluta er jákvæð 408 milljónir króna. Útsvör á fasteignaskattar hækkuð 757 milljónir króna frá fyrra ári eða 10,16%. Framlög jöfnunarsjóðs hafa farið hækkandi frá árinu 24 150 milljónir króna eða 4,2%. Heildartekjur er því að hækka rúma milljarð eða 9,2%. Heildarrekstrargjöld hafa hins vegar hækkað 803 milljónir króna eða 7,2%. Og aftur með vísan til þess sem ég sagði í upphafi þá skiptir máli að tekjuaukning sé umfram gjaldaaukningu og þar stöndum við vel. Varðandi laun og launatengd gjöld í A-hlutanum að þá voru
voru þau utan lífeyrisskuldbindingar alls 7,3 milljarðar króna en lífeyrisskuldbindingin var 582 milljónir króna. Hlutfall launa með lífeyrisskuldbindingu var 63,3% sem hlutfall af rekstrartekjum en hlutfall launa án lífeyrisskuldbindinga var 58,7%. Launaútgjöld hækkaði 370 milljónir króna frá fyrra árið 10,3%. Varðandi þessar tölur sem við erum að tala með hlutfall launa af rekstrartekjum, þá skiptir það máli og við viljum hafa þessa tölu sem lægsta og hún alltaf frekar há hjá okkur en þar skiptir máli hvort að lífeyrisskuldbindingin með eða ekki og mikilvægt að við séum að horfa á það í rauninni án lífeyrisskuldbindingar vegna þess að það ekki sanngjarnt að taka lífeyrisskuldbindingarna með þessu þar sem að þær geta verið og eru mjög þungar hjá okkur, mjög þyngri hér heldur en á mörgum öðrum sveitarfélögum. Nú greidd stöðugildi árið 2025 voru 565,8 en í upprunalega áætlun gerði ráð fyrir 565 stöðugildum. Greidd stöðugildi 24 voru 567,4 og hefur því greiddum stöðugildum fækkað 1,6 á milli ára. Stöðugildum fjölgaði milli ára á skóla- og frístundasviði 6 stöðugildi en á móti fækkaði stöðugildum í velferðarþjónustu 6. Greiddum stöðugildum á fjármála- og þjónustusviði og skipulags- og umhverfissviði hefur fækkað á milli ára. Hækkun launagjald á milli ára 370 milljónir króna vegna hækkunar kjarasamninga. Mér finnst þetta mjög mikilvægt að árétta þessar tölur. Það búið að vera mikil vinna inn í bæjarráði. Við erum með ráðningarnefnd að fara öll mál þangað. Þó að það sé pínlítið flækjustig í stjórnsýslunni og ekki kannski allir ánægðir með það, þá hefur það leitt til góðra hluta og þetta fyrirkomulag hefur reynst okkur vel. Við hefum svo sem auðvitað ekki tekið ákvörðun hvað við gerum áfram, kannski ekki þessa hóps að ákveða það, en mér finnst sjálfum þetta hafa gengið vel þó að þetta sé töluverð vinna og auðvitað þurfum við að vera skynsöm í því að sumar aðstæður eru þannig að það þarf bara að sinna þjónustunni og bregðast við, en við höfum náð að sníða vankantann af þessu að ég tel og það bara fín gangur í þessu. Varðandi annar rekstrarkostnað í A-hluta að þá var hann á árinu 25 4,9 milljarðar króna eða 32,7% hlutfall af rekstrartekjum. Annar rekstrarkostnaður 605 milljónir króna umfram áætlun ársins eða 17,3%. Annar rekstrarkostnaður hækkar 100 milljónir króna frá árinu 24 eða 4,9%. Á árinu þá var hann, ég ætlaði að gera grein fyrir í hverju þessi hækkun liggur og þá hún mest hjá félagsþjónustunni sem 342 milljónir króna og hækkar 237 milljónir krónur frá fyrra ári. Hækkunin mest vegna barnaverndar, sérúrræði vegna búsetuþjónustu og svo vegna styrkja og framlaga. Hér vil ég leggja áherslu á það að hér lögbundna þjónustu að ræða. Þetta ekki val, við höfum sinnt þessu málaflokki vel. Það búið að gera ákveðnar breytingar varðandi með yfirtöku ríkisins á vegna fjölþættisvanda barna. Það þarf að gera betur hér og mér finnst þetta bara vera mikilvægt mál sem rétt að umgangast af virðingu og við erum að sinna þessum þætti eins og okkur ber samkvæmt lögum og við gerum það vel, en það má vissulega hafa uppi þá skoðun sem við höfum sjálf og við viljum sækja meira til ríkisins þegar vanda að ræða sem kannski öðrum þræði heilbrigðis ætti að vera úrlausn heilbrigðiskerfisins. Nú annar rekstrarkostnaður á skóla- og frístundasviði, hann 145 milljónir króna yfir áætlun
og hefur hækkað 172 milljónir krónur frá fyrra ári. Og það fyrst og fremst vegna Brekkubæjarskóla sem skýrir 110 milljónir krónur af þessu. Umferðar- og samgöngumálu umfram áætlun 46 milljónir króna og hefur hækkað 48 milljónir krónur frá fyrra ári og aukningin í fjárhagsáætlun vegna viðhalds og reksturs gatnakerfis. Sameiginlegur kostnaður 47 milljónir króna umfram áætlun og hefur hins vegar lækkað 7 milljónir króna frá fyrra ári. Hér fyrst og fremst að ræða aukningu frá fjárhagsáætlun vegna aukinna leyfisgjalda og sérfræðiþjónustu. Þennan þátt erum við með í sérstakri skoðun í góðri samvinnu í bæjarráði og eru áform að ná þessu frekar niður. Ég vil fara nokkrum orðum rekstrarafkomu Höfða og taka það skýrt fram af því að ég gerði grein fyrir þeim fyrirtækjum og stofnunum sem voru í B-hlutanum, en Höfði auðvitað okkar langstærsta eining í B-hlutanum og þess vegna skiptir máli hvernig það gengur, reksturinn gengur þar. Rekstrartapið Höfða á síðasta ári var rekstrartap á síðasta ári og það var rúmlega 100 milljónir króna og það hefur yfir tímabilið frá 2018 til 2025 þá uppsafnað tap 347 milljónir króna og rétt að halda því til haga að samkvæmt fjárhagsáætlun heimilisins vegna tímabilsins 26 til og með 29 þá gert ráð fyrir áframhaldandi neikvæðri rekstrarniðurstöðu heimilisins. Það kallar einfaldlega á það að við verðum með betri afkomu í A-hlutanum því að þessir hlutir A og B tala saman og niðurstaðan ræðst af því hvernig okkur gengur með það. Hér í blárestina þá vil ég taka ein glæra sem að sýnir í rauninni rekstrarniðurstöðuna ef við erum með okkar öll fyrirtæki þar inni, sem sagt svokallaða samrekstraraðila, og það þannig að sum sveitarfélög birta þessa mynd þegar þau eru að fjalla niðurstöðu ársreiknings. Hér má glöggt sjá ef við værum að gera það að þá væri rekstrarniðurstaðan jákvæð sem nemur rúmlega 700 milljónir króna. Við höfum ekki gert það að öðru leyti en að birta þetta sem fylgiskjal vegna þess að við teljum það ekki gefa glögga mynd á rekstri Akraneskaupstaðar. Og það líka okkar von, það í gangi vinna varðandi nýja og breytta löggjöf og þá varðandi bókhaldið að það verði meira samræmi í þessu þannig að við séum raunverulega á milli sveitarfélaga að bera saman sambærilega hluti. En ef við ætlum að gumma okkur þá getum við sagt að rekstrarniðurstaðan var jákvæð 724 milljónir króna. Þá hef ég lokið yfir minni og þetta eru margar tölur, kannski ekki gott að henda reiður á þeim öllum, en þessi gögn eins og ég gat munu birtast á heimasíðunni. Síðan fyrir ykkur bæjarfulltrúa þá auðvitað ákveðin viðbótargögn inn í gáttinni. Það eðlilegt að það geti komið upp alls konar vangaveltur og spurningar og ég hvet ykkur þá bara til að spyrja þeirra og það auðvitað seinni umræðan 12. maí. Þannig að við höfum ágætis tíma til að vinna með það. Síðan núna á milli umræðana verður líka fundur með endurskoðanda. Við höfum áætlað að hann verði núna 7. maí á eftir að boða, en það líka mjög gagnlegur fundur sem hefur skipt okkur miklu máli. En að öðru leyti þá vil ég bara hér í lokin þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir góða samvinnu við gerð þessa ársreiknings. Ég vil þakka fjármáladeildinni sérstaklega fyrir þeirra hlut og forstöðumönnum fyrir þeirra miklu vinnu undanfarið ár sem að sýnir sig í niðurstöðunni. Þetta sameiginleg vegferð sem að við eigum svo sannarlega okkar þátt í öll sömul. Síðan vil ég nota tækifæri hérna því að þetta síðasta vikan hjá aðalbókarinn okkar, hún Sigmundi Ámundarsyni sem hefur verið hérna síðan 98. Ég vil nota tækifæri og þakka honum fyrir hans góðu störf
Hann hefur reyndar að lofa mér að koma hérna áfram á þriðjudögum, 2 í mánuði og stilla upp fyrir bæjarstjórnarfundi og ég vona að hann geri það, ég hef enga trú á öðru, mun minna hann á það, en að öðru leyti þá hef ég lokið máli mínu forseti og þakka fyrir mig. Takk. Kærar þakkir bæjarstjóri fyrir greinargóða yfirferð yfir ársreikninga Akraneskaupstaðar og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég vil byrja á að þakka bæjarstjóra vorum Steinari fyrir kynninguna og taka undir þakkir til þeirra starfsmanna Akraneskaupstaðar og endurskoðanda sem komu að gerð ársreikningsins sem nú liggur fyrir. Það er mikilvægt að við gefum okkur tíma til að fara vel yfir niðurstöðuna því að hún er vitnisburður stöðuna í dag ásamt því að sýna okkur hvaða verkefni bíða okkar næstu misseri. Það er óhætt að segja að niðurstaða ársins 2025 sé jákvæð og hún sé að sýna okkur viðsnúning í lykiltölum sveitarfélagsins. Rekstrar niðurstaða hluta jákvæðum 408 milljónir rúmar sem er verulega betri niðurstaða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir en þar var áætlaður rekstrarafgangur 13,7 milljónir króna en munurinn er því tæpar 395 milljónir króna. Þegar horft er til samstæðu Akraneskaupstaðar á B-hluta saman er niðurstaðan einnig jákvæð 293 milljónir rúmar en þar hafði verið gert ráð fyrir 101 milljóna króna tapi. Þetta gerist ekki að sjálfum sér. Á bakvið slíka niðurstöðu liggur vinna við að ná betri tökum og rekstri, fylgja áætlunum betur eftir og horfa skýrt til ábyrgðar í fjármálum sveitarfélagsins. Og það er alltaf að segja að okkar starfsfólk hefur lyft grettistaki og ég vil hér færa þeim mínar bestu þakkir fyrir. Það er líka ánægjulegt að sjá að veltufé frá rekstri samstæðunnar er 1598 eða 1.598 milljónir króna. Það skiptir okkur miklu máli því veltufé frá rekstri sýnir okkur það fjármagn sem reksturinn skapar til að standa undir framkvæmdum og afborgunum lána. En sú tala er 665 milljónum krónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Og þetta er eina af lykiltölunum sem við þurfum að horfa sérstaklega til. Sveitarfélag sem ætla sér að byggja upp sinna innviðum, halda áfram að fjárfesta í skólamálum, íþróttamannvirkjum, götum, þjónustu við íbúa þarf að hafa burði til þess. Þess vegna er styrking veltufjár frá rekstri mjög jákvæð tíðindi. Bæjarstjórn öll sem hér situr hefur á þessu kjörtímabili sett sér skýr fjárhagsleg markmið. Þar höfum við hort sérstaklega til framleiðarhlutfalls rekstrar, veltufjár frá rekstri og skuldaviðmiðs. Slík markmið skipta máli, þau gefa okkur sameiginlegan ramma til að meta árangur, fylgjast með þróun og tryggja að rekstur sveitarfélagsins standi undir þeim verkefnum sem við viljum sinna. Og það er sérstaklega ánægjulegt að við erum að ná öllum þessum markmiðum nema einu. Við erum að ná markmiðum okkar veltufé frá rekstri og skuldaviðmið samstæðunnar er að lækka og er vel undir lögbundnu hámarki sveitarstjórnarlaga sem er 150% og skuldaviðmið A-hluta er einnig að lækka. Það markmið sem við höfum enn ekki náð er markmið framleiðarhlutfall rekstrar. Það settum við okkur markmið 7,5% en nú er EBITDA framleið A-hlutans komin upp fyrir 4% samanborðið við 2,24% árið 2024. Þannig við erum ekki komin alla leið en við erum komin vel á stað og þróunin er í rétta átt. Og það skiptir miklu máli því það er ekki nóg að horfa aðeins á það hvort að niðurstaða eins árs sé jákvæð eða neikvæð. Við þurfum að byggja upp rekstur sem er sjálfbær til lengri tíma og framleiðarhlutfallið segir okkur hversu sterkur grunnreksturinn er áður en tekið tillit til fjármagnsliða, afskrifta og annarra þátta. Þess vegna þurfum við að vinna áfram markvisst að því að hækka framleiðina og styrkja grunnreksturinn. En mér langar samt að við gefum okkur smá stund til að viðurkenna árangurinn.
Á einu ári hefur framleiðahlutfallið styrkst verulega. Veltu fyrir fé frá rekstri hefur aukist, skuldaviðmið lækkar, eigin fjárhlutfall hækkar og þetta ekki tilviljunarkenndar hreyfingar, heldur vísbendingar að sú vinna sem fram hefur farið á þessu kjörtímabili sé að skila árangri. Af því á sama tíma hefur sveitarfélagið verið að fjárfesta í mikilvægum innviðum og heildar fjárfesting ársins sem hér undir nam 1.570 milljónum króna. Og þar fóru 797 milljónir í íþróttamannvirki, 607 milljónir í skólahúsnæði og 163 milljónir í götur og gangstíga. Þetta ekki einhverjar tölur á blaði. Þetta eru fjárfestingar sem skipta okkur miklu máli í skólastarfinu, í íþróttum, í hreyfingu, í öryggi og í því umhverfi sem okkar íbúar nota á hverjum degi. Það líka jákvætt að sjá að launakostnaður var 76 milljónum krónum undir fjárhagsáætlun, þrátt fyrir að laun hafi hækkað á milli ára. Það sýnir að það hægt að ná árangri með aga, eftirfylgni og skýrri yfirsýn. Þannig að ég segi niðurstaðan jákvæð, hún sýnir viðsnúning, hún sýnir að reksturinn að styrkjast og lykiltölur sé að færast í betri átt. En við erum samt ekkert komin á áfangastað. Það mikilvægt að hafa áfram augun á boltanum. Rekstur sveitarfélagsins umfangsmikill og kröfunar miklar. Þjónustuþörfin eykst, launakostnaður vegur þungt, innviða uppbygging kallar á fjárfestingar og við þurfum að tryggja að fjárhagsleg geta sveitarfélagsins standi undir þeim verkefnum sem framundan eru. Og við höfum alveg rætt það hér áður að ábyrg fjármálastjórnin snýst ekki að segja nei við öllu. Hún snýst forgangsröðun. Hún snýst að við byggjum upp sterkan rekstur svo við getum veitt góða þjónustu og brugðust við þörfum íbúa. Og mig langar að nefna sérstaklega eitt atriði sem skiptir mig miklu máli. Þegar sveitarfélag nær betri tökum á rekstrinum og lykiltölur að styrkjast, þá verðum við líka að horfa til þess hvernig íbúar geta notið ávinningsins. Og það ekki nóg að bæta tölurnar bara á blaði. Við viljum að ávinningurinn skili sér til fólksins sem býr hér. Og það getur gerst meðal annars í formi lægra gjalda, þar sem svigrúm skapast til þess. Og við eigum að skoða það að fullri alvöru hvernig styrkari staða og rekstrarumhverfi getur skilað sér til íbúana. Og það eðlilegt markmið að mínu mati að sveitarfélagið sé vel rekið, en það líka eðlilegt markmið að íbúar finni fyrir því þegar árangur næst. Þannig að ég segi við þurfum að halda áfram sína aga í rekstri, við þurfum að fylgja fjárhagsáætlunum eftir, við þurfum áfram að leita leiða til hagræðingar, einföldunar og betri nýtingar fjármuna. En samhliða því þurfum að hafa skýra sýn á því að fjárhagslegur ávinningur sveitarfélagsins skili sér aftur til samfélagsins. Við skulum halda áfram að festu ábyrgð, verkefni framundan að verja þennan árangur, styrkja reksturinn enn frekar, ná þeim markmiðum sem enn eru óuppfyllt og tryggja að ávinningurinn skili sér til íbúa Akraness. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir og orðið laust ársreikninga Akraneskaupstaðar. Það eru ekki fleiri, jú, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Þið fara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem áhlýða. Ég vil byrja að þakka bæjarstjóra fyrir bara mjög góða yfirferð. Ég held hreinlega þetta sé bara mun betri yfirferð núna en síðast í ánum. Niðurstaðan var líka betri núna, þannig að þetta allt upp á við. Bæjarstjóri fór hér vel yfir allar helstu tölur og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fylgdi því eftir hérna og ég vil bara þakka þeim báðum aftur fyrir góða yfirferð. Ég held að þarna þessi yfirferð og sýna okkur svolítið kannski bara hvað við eigum ótrúlega lausnamiða og flotta stjórnendur og starfsfólk. Þessi niðurstaða fyrst og fremst vegna þess að okkar stjórnendur og starfsmenn hafa farið inn í alla liði og skoðað. Líkt og bæjarstjóri kom inn á að þá samt sem áður töluverð vinna eftir og við getum gert betur. Á mörgum stöðum erum við komin inn að beini en að öðrum stöðum eigum við inni. Við verðum að passa okkur líka þessari vinnu, ganga ekki of nærri og líkt og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á hérna áðan, það snýst forgangsröðun. Það snýst ekki bara það að skera niður, það snýst bara klára forgangsröðun. Það okkar verkefni.
og það er verkefni þeirra bæjarstjórnar sem tekur við hér á loknum kosningum. Það er ánægjulegt, niðurstaðan er ánægjuleg, samstæðan er að skila 293 milljónum, en það er hins vegar kannski ekki jafn ánægjulegt til þess að hugsa að arðgreiðslur ársins voru 497 milljónir og hver niðurstaðan væri ef við tækjum þar frá. Við búum við þá við eigum hluti í þessum tveimur öflugum fyrirtækjum og það er gott og það skiptir miklu máli inn í reksturinn. En það væri vissulega mjög ánægjulegt ef þessar arðgreiðslur við getum nýtt þær beint í innviði en ekki til þess að í raun og veru koma okkur réttu megin við núllið. Bæjarstjóri kom inn á vinnuna sem við fórum á stað, markmiðasetninguna sem við fórum á stað með og unnum með KPMG og er mikilvæg. Það hefur vissulega verið horft þeirra vinnu en við hefum kannski þurft að gera betur og við þurfum að gera betur þar og ég er full á trú á því að það verði haldið áfram þeirri vinnu á næsta kjörtímabili. Þannig að við náum betri árangri. Við eigum mikið inni, við erum búin að fjárfesta gríðarlega, líkt og bæjarstjóri kom inn á, það var búið að fjárfesta fyrir 9,5 milljarða á þessu kjörtímabili og það eru gríðarlegar upphæðir. Við vitum hins vegar á næstu árum, eigum við eftir að framkvæma töluvert ef við ætlum að halda því þjónustustigi sem við höfum byggt upp nú. Við þurfum að fara í stóra framkvæmdir í grunnskólum, leikskólum, íþróttamannvirki, götum og við getum haldið lengi áfram. Þannig að verkefninu er hvergi lokið og næstu bæjarstjórn bíður stórt og mikið verkefni og ég kvíði ekki að taka þátt í því. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er laust. Fleiri vilja tjá sig ásetning, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla náttúrulega að byrja á því að þakka bæjarstjórunum okkar kærlega fyrir yfirferðina og það er alveg sjálfsagt að senda starfsfólkinu okkar líka þakkir fyrir þá vinnu sem að birtist okkur hér. Aðeins bæjarstjóri fór yfir á einni glæru hjá sér rekstrar afkomu Höfða og það er alveg kristaltært að þetta hefur ekki verið auðvelt síðustu ár að reka hjúkrunarheimili og er þar margt sem að í rauninni kemur inn. Við viljum náttúrulega meina að daggjöld séu of lág. Við vorum að endurnýja stóran hluta húsnæðisins síðustu árin og allt tekur þetta í og aðstæður kannski ekki góðar, þessar svokölluðu ytri aðstæður en síðasta ári að þá byrjaði nýr framkvæmdastjóri og oft gerist það þegar kemur nýtt fólk að hlutanum að það sér hluti á ákveðinn hátt og annan hátt heldur en áður og það er alveg óhætt að segja það að sú vegferð sem að framkvæmdastjórinn okkar hóf eftir að hún tók til starfa er að sýna ákveðin jákvæð teikn og til dæmis þá var áætlað tap fyrir síðasta ár, 25, þá vorum við konir á tímabili upp í svona 124 milljónir í tap en með ákveðnum ráðstöfunum og
og vinnu að þá skilaði hún sér þannig að tapið varð þó ekki meir en 109, en það til lengdar ekki hægt að lifa með það að við séum að tapa og það bara verkefni eigendana núna á næstu misserum að taka upp samtal hvort að það sé að koma að þeim tímapunkti að bæjarfélögin og eigendur Höfða segi sig í rauninni frá rekstrinum því að það ásættanlegt að íbúar þessara sveitarfélaga séu að borga taprekstur. Við munum hér á eftir þennan fund þá munum við sem hér sitjum ræða hugsanlega stækkun á Höfða. Alla vísbendingar benda til þess að ef við stækkum Höfða þá verða hann svona rekstrarlega betri, en það fer líka allt eftir því hvernig þróun á daggjöldum verður og stór hluti í því samtali hvað ætlar ríkið í raun að borga eigendum Höfða af húsnæðinu í leigu. Þetta hefur verið mjög lítið hingað til og okkur var lofað að frá og með júní 2027 að þá fáum við leigu greidda sem ákveðin búbót fyrir framtíðina, en það verið að semja við Sjúkratryggingar sem sagt samninga rekstur á hjúkrunarheimilum og það gengur ekki vel. Samningarnir runnu út og þeir voru framlengdir og þeir að renna út aftur núna þessi mánaðamót og allt óvíst hvað verður. En það sem stendur helst í veginum þessi umræða leigu því að við yfirferð á fjármála áætlun, heitir það held ég, sem liggur frammi á Alþingi, þá ekki hægt að sjá að það sé áætlaðar greiðslur fyrir þessa leigu sem þó búið að lofa. Þannig að við bíðum frétta af því og þær munu ábyggilega berast hér til bæjarstjórnar eftir því sem að samtalið heldur áfram. Ég ætla ekki að fara mikið inn í reikningana neitt, en ég ætla að minna bæjarfulltrúa á að það aðalfundur Höfða á mánudaginn 4. maí klukkan 16:30 og hvet ég alla bæjarfulltrúa til þess að mæta og taka þátt, kannski verður eitthvað samtal og bæjarstjórinn alveg velkomin. Þannig að það skyldumæting hjá honum. En að reikningunum, ég held að við getum bara verið mjög sátt við þessa niðurstöðu. Mér til efs að það sé hægt að finna bæjarfélag sem hefur verið í svona gríðarlega miklum fjárfestingum eins og við erum og höfum verið síðustu ár. Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi talaði 9,5 milljarða á kjörtímabilinu, þetta 8 milljarðar síðustu 3 ár, þannig að vissulega tekur þetta allt í og við höfum líka verið að glíma við þessa svokölluðu ytri aðstæður. Það ekki
fjármagn ekki ókeypis og við urðum náttúrulega að taka lán því að það segir sig sjálft þegar fjárfesta svona mikið á stuttum tíma að það verður að taka lán. Það ýmsir þættir sem að hafa verið okkur frekar óhagstæðir að stór hluti af okkar útsvarsgreiðendum vinnur inn á Grundartanga og það var framleiðslufall í álverinu og fullt af fólki sem að lausa fólk sem misti vinnu, þannig að það var ekki að hjálpa okkur. Við fengum mjög litla loðnuvertíð, það voru ekki einhverjir dagar sem að voru á síðasta ári og það voru engar hvalveiðar á síðasta ári. Þannig að það var ekki allt með okkur í þessu, en sem betur fer að þá tókst okkur að halda með okkar starfsmönnum vel á spöðunum og niðurstaðan því í rauninni mjög góð fyrir okkur. Ég ætla ekki að fara eða hæla okkur meira í þessu, en eins og bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson kom inn á, þá erum við búin að líka fjárfesta töluvert mikið fyrir framtíðina, þannig að ef og þegar þessar ytri aðstæður fara svona verða hagfelldari, þá erum við alveg tilbúin, við eigum fullt af lóðum, innalóðir, íbúðalóðir. Helst að okkur vanti kannski sérbýli en sérbýlislóðir, en ég sé fram á það að í náinni framtíð verðum við með bestu lóðir á því sviði. Þannig að það er allt sem að bendir til þess, nema allt fari nú bara í kalda kol eins og svona dómsdagsmenn spá, en ég er ekki þar. Ég held að Akranes eigi mjög bjarta framtíð framundan og þá erum að gera að halda vel á þessum spöðum til þess að það takist að láta það rætast að við getum fjárfest, tekið á móti fólki og átt bara bjarta framtíð. En þetta flotti reikningar, við skulum vera montin af þeim og bera okkur á brjóst. Þetta flott. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Sædís Alexía, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri og aðrir sem að kunna á okkur að hlýða. Ég get allavega ekki einhvern veginn setja á mér og komi ekki upp. Ég held þetta sé ákveður svona afrek að sjá niðurstöðuna vera svona með hvernig kannski við lögum að stað inn í þessa áætlun sem að fyrir árið 2025 og það var ánægjulegt að sjá okkur réttu megin við núllið og gott betur. Langar kannski líka bara að byrja á því að veit að álagstíminn sem er á okkar stjórnendum og fjármála og þjónustu sviði gríðarlegt. Það bæði fjárhagsáætlanagerðin og síðan ársreikningurinn og fær ég þeim bestu þakkir fyrir þeirra vinnu við þetta. Maður veit að þetta krefjandi, mikið sem í gangi á þessum tíma hjá þeim.
Þannig ég færi þeim bestu þakkir og sérstaklega þakkir náttúrulega til hans Simma okkar ef hann að yfirgefa okkur og fara að njóta lífsins. Hann verður náttúrulega saknað hér. Eins tel ég að þetta hafi aldrei getað tekist nema því að við erum bara með það öflugt teymi stjórnenda og starfsfólks hjá Akraneskaupstað sem hefur bara unnið grettistak við að rýna í hvert einasta horn og hver einustu skúfu og skoða hvernig getum gert hlutina með öðrum hætti og einnig bara fresta ákveðnum atriðum sem hafa bara líka bara verið sett á bið. Þannig að maður svona hugsar að þetta ekki bara vinna sem hefur unnin inn á fjármálasviðið eða innan bæjarstjórnar, þetta fólki sem búið að leggja algjörlega allt á sig til þess að finna leiðir og lausnir til þess að halda okkur þarna sem við erum í dag. Og færi ég þeim bara bestu þakkir fyrir. Það sem maður kannski hefur mestu ágjörnar að það ekki hollt að vera þarna til lengri tíma. Og verkefni nýrra bæjarstjórnar, maður kann að segja það, þessi 4 ár bara mjög fljóta að líða þegar maður stendur hérna núna. Verkefni nýrra bæjarstjórnar sem tekur hérna við til rúman mánuð eða svo, náttúrulega að fara kannski að reyna að efla tekjur sveitarfélagsins. Það það sem við stöndum frammi fyrir, af því að stærsti málaflokkurinn okkar í rekstri eru skólamálin. Þetta stærsta einingin, stærsti málaflokkurinn, mestu útgjöldin okkar. Og við erum stolt af því hvað við rekum þessar einingar okkar vel. Þannig að einhvers staðar þurfum við að líta í öll horn hjá okkur hvernig við förum í sókn þegar kemur að tekjuöflun. Það stærsta verkefni okkar og stærsta verkefni nýrra bæjarstjórnar sem kemur hingað inn. Ég myndi allan að áætla það. Af því að auðvitað eru vissulega enn tækifæri til þess að snúa einhverju við í rekstrinum þar sem við höfum ekki nú þegar fundið að breyta ferlum hjá okkur, breyta aðferðum, nota tæknina meira og svo framvegis, nýta okkar auðlindir, okkar mannauð betur en við erum mögulega að gera í dag. Þannig að auðvitað það til staðar, en við þurfum líka að horfa svolítið fram á veginn í það hvernig við styrkjum tekjuhlið sveitarfélagsins. Það númer 1, 2 og 3. Því við getum ekki látið okkar fólk vera mjög lengi í þessu verkefni sem búið að vera núna hjá okkur síðastliðið ár. En að því sögðu, þetta var svona kannski meira peppræða inn í komandi bæjarstjórn sem við mögulega að hlusta og búin að fylgjast með ræðu bæjarstjóra sem við þakka nú líka mjög vel fyrir. Þetta var rosa góð yfirferð hjá þér. En þannig að já, þetta verður eitthvað verkefni fyrir nýja bæjarstjórn eftir nokkrar vikur. Takk. Takk fyrir, fulltrúi Sædís Alexía. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarstjóri, bara smá, gjörðu sæl. Já, forseti, ég vil nú bara þakka þau einu góða orð sem að hafi látið falla í garð starfsfólksins og svo vil ég líka taka undir og þakka háttvirtum bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir að minnast á Höfða. Það var kannski að því þegar ég var að kynna niðurstöðuna þar, þá var ég náttúrulega bara að tala tap og svona neikvæðar rekstrartölur, en þar, ég vil bara taka fram að þar hefur verið unnið afar gott starf undanfarin ár. Nýr framkvæmdastjóri hefur svo sannarlega lagt sitt af mörkum og þar einmitt stóra verkefni það að það bara rangt gefið. Það í rauninni ekkert flókið. Þar eru bara standa tekjurnar engan veginn undir útgjöldunum. Það bara ekkert flókið. Og það kannski stærsta verkefni. Þegar að ég byrjaði hjá Kaupstaðnum 2013, þá var staðan þessi. Við vorum alltaf, staðan á Höfða var í kringum 80-90, rúmlega 100 milljónir króna tap og þá þurfti bara A-hlutin að taka það á sig og svo má segja. Svo náðum við að snúa því við, en það bara orðið það erfitt í dag miðað við hvernig gefið. En starfið þarna innfrá bara virkilega faglegt og þetta yndislegt heimili. Þannig að ég vil nú bara þakka skýrt fram. En að örleiti þá þakka ég bara fyrir mjög góðar umræður og maður svolítið kannski fljótur að gleyma en þegar erfiðleikarnir urðu kannski sem mestir hjá okkur, sem að lýsi því bara, að það var mjög erfitt. Ég meina, það var verið að skila lóðum. Þannig að það
það voru dökk ský yfir en við með samhentu átaki tókst okkur að snúa því og niðurstaðan er mjög ánægjuleg og það er árangur sem við megum alveg hrósa okkur fyrir. Síðan erum við á sama tíma stöndum við vel með það að við erum með tilbúna vörur til sölu í formi göturnar eru klárar, þannig að þegar að landi rís, ef svo má segja, þá erum við í góðum málum. Og svo vil ég bara þakka ykkur fyrir, bæjarfulltrúar góði, fyrir að tala auðvitað snýst þetta forgangsröðun og það er ekki auðvelt að vera í þeirri stöðu sem að þið eru, þar sem að það er eftirspurn eftir mjög miklu. Og það er almennt mjög góð þjónusta hjá Akraneskaupstað, sannarlega getum við gert betur á ákveðnum stöðum og við erum alltaf að reyna að bæta okkur. Það er ákveðin umbreytingatímar í gangi með tilliti til tæknilausna, en við erum kannski akkúrat á þeim stað eins og svo mörg önnur að í umbreytingunni þá fellur til svolítið mikill kostnaður sem við eigum eftir að innleysa í rauninni. En það er mikilvægt að vera með augun og boltanum í því og takast á við það bara með þeim hætti sem eðlilegt er og líta til þeirra tækifæri sem það skapar. En örlítið þakka ég fyrir góðar umræður. Takk. Takk fyrir, bæjarstjóri. Ég ætla kannski aðeins að fá að leggja orð í belg. Þó að það bæti svo sem ekki miklu við þá umræðu sem að þegar hefur framfærið og ég bara tek undir það sem hér hefur komið fram varðandi það að þetta er ánægjuleg niðurstaða þegar á allt er litið og bara tek undir með lokaorðum bæjarfulltrúa Einars Brandssonar í sínu erindi, þetta er flott. Mig langar svona kannski örlítið að fara yfir síðustu ár og hvað það er sem að við höfum verið að gera og hvað það er sem við höfum verið að glíma við. Vegna þess að ef maður fer yfir þá heildarmynd að þá sér maður í raun og veru hversu bara góður árangurinn er núna á árinu 2025 og hversu ánægð við getum verið þessi bæjarstjórn sem hér situr með að skila þessum ársreikningi núna rétt áður en að við stöndum upp úr stólunum og næsta bæjarstjórn kemur að borðinu. Þetta er sem sagt síðasti ársreikningurinn á þessara bæjarstjórnar og síðasti ársreikningurinn á mínu ferli í bæjarstjórn. Þetta er virkilega góð niðurstaða og hún var alls ekki sjálfgefin. Það er eins og við vitum, síðastliðin ár þá hefur sveitarfélagið verið í gríðarlega miklum framkvæmdum og viðhaldsverkefnum á sama tíma og þrengt hefur að í hagkerfinu. Í yfirferð bæjarstjóra áðan var glæras þar sem að farið er yfir rekstrarafkomu samstæðureiknings nokkur ár aftur í tímann, 2019 til 2025. Og ég vil bara vekja athygli bæjarfulltrúa á þessari glæru vegna þess að hún sýnir ótrúlega vel sveiflurnar sem við höfum verið að upplifa. Við vorum komin á bara mjög góðan stað á árunum 2017, 18, 19. Bara skiluðum reglulega á okkur góðu rekstri og góðum rekstrarafgangi, söfnuðum upp í sjóði og það lagði þetta grunninn að því að við gátum farið í þær fjárfestingar sem að við tókumst síðan á hendur. Við gátum brugðist við
þeim verkefnum sem við fengum upp í hendurnar og voru ekki í neinum plönum. Við skulum ekki gleyma því að við fengum hvert risaverkefnið á fætur öðru í fangið, þar sem við þurftum bara að bregðast við ástandinu sem að byggingarnar okkar voru komnar í. Og ég segi það, ég geng stoltur frá borði eftir það hvernig við tókumst á við þau verkefni. Og ekki bara það að við brugðumst við og löguðum hlutina, endurbyggðum heilu húsin, bara tókum áratugagömul hús og endurbyggðum þau nánast frá grunni, þannig að þau eru sem ný hús í dag. Heldur líka það að í öllu því ferli vorum við með alla hluti upp á borðum. Það var engum mygluskýrslum stungið undir stóla, það var bara allt upp á borðum, opnir fundir, þar sem að samfélagið var upplýst allt sem var í gangi, ferlið opið frá A til Ö. Þannig að þarna megum við vera virkilega ánægð með það hvernig staðið var að málum. Við skulum heldur ekki gleyma því að hér eins og bara yfir heimsbyggðina alla gekk yfir faraldur og hann sjáum við bara svo glögglega á þessari glæru sem ég minntist á áðan. Það sem að við sjáum 2019 með alveg ljómandi góða rekstrarafkomu og 2020 gjörbreytt staða. 2021 rétti reksturinn aftur úr kútnum, en 2022 þá fellur rekstrarafkoman aftur. Vegna þess að þá koma í rauninni eftirköstin eftir COVID-faraldurinn fram í rekstrinum okkar. En síðan þá höfum við verið með reksturinn á uppleið og þessi ásetningur núna ársins 2025 bara sýnir okkur það enn og aftur að við erum á réttri leið með hlutina. Það allt að þróast til betri vegar og ég vil sérstaklega tala árangurinn sem að stjórnendur okkar og forstöðumenn stofnana hafa náð í því að bregðast við ákalli bæjarstjórnar hagræðingu og tiltekt í rekstri. Fólkið okkar búið að sýna ótrúlega útsjónarsemi við það að draga úr útgjöldum og haga rekstrinum í rauninni bara eftir aðstæðum. Þannig að við eigum okkar stjórnendum og forstöðumönnum mikið að þakka í þessari flottu niðurstöðu sem ásetningur 2025 sýnir. Þannig að stóra myndin þessi. Við erum búin að vera í gríðarlegum framkvæmdum, gríðarlegum fjárfestingum, sumt var planað, annað bara þurftum við að bregðast við og sama tíma þá gekk yfir heimsfaraldur með alvarlegum afleiðingum fyrir efnahagslíf heimsins, efnahagslíf Íslands og þar af leiðandi efnahagslífs Akraneskaupstaðar. Þannig að í ljósi alls þessa megum við vera virkilega ánægð með niðurstöðuna, leiðina sem við erum á og þessi bæjarstjórn getur staðið ánægð upp frá borðum núna eftir rúman mánuð og við þurfum ekki að vera neitt feimin við það bú sem við skiljum eftir fyrir næstu bæjarstjórn. Vona að mér hafi tekist að fara yfir stóru myndina og að í samhengi ársins 2025, já, þá getum við verið mjög ánægð með ásetninginn. Í samhengi allra síðustu ára
og alls þess sem við höfum verið að gera á síðustu árum, getum við bara verið enn ánægðari. Þannig að þess að við erum sannarlega á réttri leið með reksturinn. Við erum búin að setja okkur markmið, þau eru skýr, við náum þeim mörgum, ekki öllum. Framlegðin úr rekstrinum er áfram áskorun. Ég vil bara nefna sérstaklega lífeyrisskuldbindingarnar sem að bæjarstjóri fór auðvitað mjög vel yfir í sinni tölu og er ein af mörgum en stór breyta í því að við eigum í bara erfiðleikum með það að ná þeirri framlegð út úr rekstrinum okkar frá ári til árs sem að við hefum viljað. Og það má alveg spyrja sig að sanngirninni í því að gamalt sveitafélag eins og Akraneskaupstaður skuli þurfa að standa undir þungum skuldbindingum hvað lífeyrisskuldbindingar varðar, á meðan að önnur sveitafélög kannski eru ekki á sama stað. Og það er held ég samtal sem að við þurfum, sem að næsta bæjarstjórn þarf að eiga við ríkisvaldið og það þarf að finna einhverja sanngirni í þessu. Þannig að það eru mörg verkefni framundan og næsta bæjarstjórn hefur í mörg horn að líta, en við getum verið ánægð með það hvernig þessi bæjarstjórn skilur við og þurfum ekki að kvíða því að fá nýja bæjarstjórn heim til okkar með heikvíslarnar. Takk fyrir. Gef orðið laust að nýju ef að fleiri vilja taka til máls. Svo er ekki, þá held ég að við förum bara í atkvæðagreiðslu. Þá er þetta svona. Við greiðum ekki atkvæðagreiðslu, eða við greiðum ekki atkvæði í dag ársreikninginn sjálfan, heldur snýst þessi atkvæðagreiðsla það að fyrirgefðu, ég er í einhverju veseni með tölvuna mína. Nei. Hlýt að finna út úr þessu. Nei, ég finn ekki út úr þessu. Þetta er skrítið, maður. Þarna. Eins og ég tók fram í upphafi áður að við hófum umræðu, þá greiðum við atkvæði hvern og einn fundalið. Það er fyrsta fundalið sem fjallar A-hluta, annan fundalið þar sem fjallar ársreikning B-hluta og þriðja fundalið þar sem fjallar ársreikning samstæðu. Og tillögurnar sem við greiðum atkvæðum í dag eru þess efnis að ársreikningi verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þann 12. maí næstkomandi. Við erum ekki að samþykkja ársreikningin sem slíkan, heldur eingöngu og honum verið vísað til síðari umræðu. Fyrsti fundarliður, ársreikningur Akraneskaupstaðar 2025 A-hluti. Þeir sem samþykkja að ársreikningi A-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025 verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þann 12. maí næstkomandi
Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundarliður, ásetningur Akraneskaupstaðar 2025 B-hluti. Þessi samþykkja að ásetningu B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025 verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn þann 12. maí næstkomandi. Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er það 3. fundarliður, þeir sem samþykkja að samstæðureikningi A og B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025 verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn þann 12. maí. Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 4. fundalið. Hann hefur málsnúmer 25.05.16.11. Breytingar á verklagsreglum leikskólanna 2025. Skóla- og frístundaráð samþykkti breytingu á ákvæði 3.6 í verklagsreglum starfsemi leikskóla sem tekur til niðurfellingar fæðis- og dvalargjalda þegar foreldrar skrá börn í sumarleyfi samfellt í 5 vikur eða lengur í tengslum við sumarlokun leikskólanna. Áður var aðeins hægt að fá gjöld felld niður fyrir 1 viku umfram sumarlokunartímann. Málinu var vísað til bæjarráðs og bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. apríl síðastliðinn umrædda breytingu, vísar málinu hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þennan fundarlið. Það óskar enginn eftir að taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja fyrirliggjandi breytingar á verklagsreglum starfsemi leikskóla og að þær taki þegar gildi að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 5. fundarliður málsnúmer 26.03.2697 reglur Akraneskaupstaðar skólaakstur í grunnskóla. Skóla- og frístundaráð samþykkti reglurnar fyrir sitt leyti á fundi sínum þann 8. apríl, vísaði þeim til afgreiðslu hjá bæjarráði sem samþykkti reglurnar einnig á fundi sínum númer 3622 þann 16. apríl síðastliðinn. Reglurnar komu hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þennan fundalið, reglur skólaakstur. Það óskar enginn eftir að taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja fyrirliggjandi reglur skólaakstur og þær takir þegar gildi að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í gegnum þá fundarliði þar sem að mál eru til afgreiðslu og við taka fundagerðir sem lagðar eru fram til kynningar. Hér byrjum við á 7. fundarlið, málsnúmer 26.04. 2840, það er fundagerð bæjarráðs, fundur númer 3622 sem framfór þann 16. apríl síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundagerð bæjarráðs. Það óskar enginn eftir að taka til máls, helst hún þar með framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 26.04.2930, þetta er 350. fundur skipulags- og umhverfisráðs. Fundurinn fór fram þann 20. apríl síðastliðinn og orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Þetta er bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir í sal, virkilega ánægjulegt að sjá marga gesti hér. Þetta er svona svipað eins og var á fundi hjá sem að skipulagsráð var með í gær eftir fullt orð úr dyrum og svo sem frábært og byrja bara á að þakka öllum þeim sem að mættu á þennan flotta kynningafund. Þar sem að eigendur og arkitekt kynntu hugmyndirnar að breytinguna á Landsbókahúsinu og virkilega ánægjulegt að heyra hversu ánægir íbúarnir og hversu vel þeir tóku á móti þeim. En á fundagerðinni þá er undir fyrsta lið vinnuskóli. Þetta er
hlutur sem við áttum með skóla og frí inn á fundi hjá okkur. Mjög erfið ákvörðun og þetta ráð ásamt skóla og frí og held ég svo sem öllum hérna í bæjarstjórninni allir sammála það að þetta ekki það sem okkur langaði að gera. Við vorum búin að auglýsa eftir flokkstjórum og það var búið að framlengja umsóknarfrest og það var búið að vera að reyna að ýta í hina á þessa til þess að sækja en því miður þá bara voru ekki nægar umsóknir í þessar stöður til þess að geta sinnt þessu. Því miður hefur undanfarin ár og flokkstjórar síðustu ára hafa kvartað mikið yfir því og held að það var orðið bara þannig að ástandið var ekki gott, að það voru allt og margir krakkar undir hverjum flokkstjóra og þar af leiðandi ábyrgðin mikil og þetta fyrirkomulag var ekki að ganga. Og við reyndum eftir fremsta megni að fá fleiri aðila til þess að sækjum en því miður þá gekk það ekki og þess vegna þetta niðurstaðan sem við ákváðum að fara í að það verður ekki til boða í ár að 8. bekkur fái vinnu í vinnuskólanum. Hins vegar hugsuðum við okkur það til þess að reyna eftir fremsta megni að þeir fjármunir sem voru áætlaðir í þennan aldursflokk að nýta hann þá í einhverjar vinnustofur, námskeið, viðburðahald, mögulega hafa þorpið opið einhverja daga og allt þar í kring, þannig að það virkilegu vilji bæjarstjórnar og ráðanna beggja sem sátu þarna að reyna að finna einhverja lausn eins marga og mögulegt því að eins og ég búinn að segja áður og þá þetta engin óskastaða fyrir neinn sem satt þessa og hafa setið þessa fundi. Undir 3. lið, lóð grundaskóla, hönnun, það hlutur sem við höfum verið að vinna í ráðinu og það verið að fara í sumar að byrja á lóðinni. Þarna vorum við svona og höldum áfram að sjá hvað mögulega hægt að gera meira og mögulega getum við gert þetta eitthvað hraðar. Og vitum við að það náttúrulega búið að vera mikla framkvæmdir á húsnæðinu og að hluta til þá eyðilagðist eða lenti lóðin undir í því og vitum við það að þessi lóð eins og Brekkubæjarskóla svo sem lóðir sem þurfa alltaf að vera að hlúa að og við viljum alltaf bæta í vegna þess að við vitum það að eftir skóla, þó þetta sé mikið nota náttúrulega yfir skólan, þá þetta náttúrulega bara félagsmiðstöðvar og leiksvæði fyrir börnin og fjölskyldurnar eftir skóla og helgar og virkilega gaman að sjá þegar líf og fjör á skólalónum okkar, þó það sé ekki skóli. Að komið þarna inn á í 4. lið Jaðarsbakka, sundlaugabygging, klefar og afgreiðsla hönnun. Þetta eru sem sagt tillögur sem hafa komið til ráðsins varðandi breytingar á svokölluðu vallarhúsi sem að það jákvæð við komu vörglas meðal annars hefur aukið stórlega notkun á sundlaugin okkar og ber því að fagna og við höfum verið að nota vallarhúsið fyrir almenning þegar að skólasund hefur verið og það hefur reynst ágætlega
og við erum þarna að koma með tillögur að nýta þessa klefa ásamt á nýjum útgöngu leið frá þeim beint út í Sundlaugagarðinn og jafnframt líka breytinga þessu afgreiðslunni og svokölluðum skönnum og öðru því tengdu og þetta virkilega áhugavert og vonandi ná við að fara allavega í einn áfanga núna í sumar. Einnig ákvað ráðið undir 7. lið þar sem að koma inn breytingatillaga á jaðarblokkum 1 í Bragganum þar sem að Laugar með húsið og leigu og óska eftir að fá að breyta húsinu og sem að við tókum bara fagnandi. Svo undir 11. lið, Suðurgata 57, það það sem ég kannski talað hérna í byrjun, það sem tillagan að breyting á deiliskipulagi, þetta Landsbankahúsið og enn og aftur bara takk allir sem að mættu á fundinn í gær og eigendurnir voru mjög ánægðir með þessa mætingu og sérstaklega þau góðu og fallegu orð sem að þeir fengu frá öllum bæjarbúum og eins og gefur að skilja þegar að menn fá svona móttökur þetta bara algjör svona búst á þá að það eru gerðar miklar væntingar til þeirra. Þeir vita að þeir vilja gera þetta vel, þeir hafa gert þetta fyrir austan og út í Eyjum og þeir vilja gera þetta flott hérna og ég efast ekkert að verði svoleiðis og bara vonandi gangi hratt og vel. Jafnframt var náttúrulega, ef við tökum 12. lið hreinsunarvikan sem stendur yfir núna og við höfum sett út gáma hjá okkur á grendastöðarnar og einnig var plokk dagurinn mikli á sunnudaginn þar sem að bæjarbúar og gestir voru duglegir að taka til hendinni og bera að fagna sé komið frá mér forseti. Takk fyrir bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson fyrir þessa yfirferð yfir fund skipulags- og umhverfisráðs. Við langar kannski aðeins að minnast á varðandi fyrsta fundarlið. Ég held að við þurfum bara svolítið að líta á þetta sem tækifæri til þess að gera eitthvað nýtt, skemmtilegt, skapandi með krökkunum sem að þá eru þá ekki að fara út í vinnu við að raka gras eða snyrta beð eða eitthvað þess háttar. En það er ýmislegt fleira skemmtilegt hægt að gera. Langar bara að beina því til ráðsins að líta í kringum sig og aðeins hvort það ekki einhvers staðar húsveggir í bænum sem að mætti bara mála á veggmyndir til dæmis. Og ég er viss það að 14 ára krakkar eru margir skapandi og skemmtilegir og með alls konar hugmyndir og það geti komið eitthvað skemmtilegt og flott út úr því. Minni til dæmis á fiskana sem á gaflinum á Hafbjargarhúsinu, listaverk sem að Tinna Royal listakona hannaði og krakkar úr vinnuskólanum unnu síðan við að mála á húsið. Með alls konar svona verkefni geta verið bara mjög skapandi og gefandi og líka gert eitthvað fallegt og skemmtilegt fyrir bæinn okkar, fegraða umhverfið okkar. Bara svona, kem þessu hér með á framfæri. Eru fleiri sem óska eftir að ræða, já, það er bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir, gjör svo vel.
Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Mér langar að koma hér upp undir fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og byrja á því að þakka fyrir góðan fund í gær og boðið á hann. Bara frábær fundur í alla staði og við hljótum að horfa bara björtum augum til uppbyggingar á Landsbankahúsi. Það verði bara fínasta hótel. En mér langar einnig að ávarpa fyrsta dagskrárliðinn varðandi vinnuskólann. En eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór og formaður skipulags- og umhverfisráðs kom inn á, þá hér að ræða störf nemenda í 8. bekk við vinnuskólann og þá stöðu sem upp komin. Það lá fyrir að þetta gæti orðið staðan og alls konar hugmyndir komnar upp í kjölfarið. Það sem mér finnst kannski svolítið mikilvægt að ávarpa hér og mig langar að taka undir orð forseta varðandi skapandi störf. Ég held að við þurfum bara að fara að einmitt eins og hann segir að horfa til þess að skoða annars konar vinnu fyrir börn á þessum aldri. En það sem við þurfum einnig að skoða bara hvernig við getum hafið þetta starf flokkstjóra svolítið upp þannig að við fáum fólk til að sinna þeirri vinnu. Þetta bara ofboðslega mikil vinna og mér langar bara svolítið að við svona hugsum það hvernig fólk það sem við viljum að sé að vinna með börnum og unglingum. Það hafa komið margar góðar hugmyndir frá íbúum sem bara gott og vel. En flokkstjóri vinnuskólans, hann bara að vinna eftir útgefinni handbók. Það sem bara verið að fara eftir ákveðnum reglum og gæðaviðmiðum. Bara eins og allt annað starf sem við erum að sinna með börnum og ungmennum og rekið af opinberum aðilum. Þannig að við verðum náttúrulega bara að vanda til verka þarna og gera bara kröfur. Og af því að flokkstjóri náttúrulega bara fyrirmynd, þetta fyrirmynd unglinga og það náttúrulega bara að vera aðili sem að getur tekist á við ábyrgð og bara svona endurspegla þessi viðhorf sem að Akraneskaupstaður stendur fyrir varðandi bara heilbrigðan lífsstíl barna og unglinga. Þannig að flokkstjórinn leiðtogi og vinnuskólinn náttúrulega bara fyrsti viðkomustaður bara unglinga í vinnu, svona að öllu jafna. En þannig að það mitt innlegg inn í þessa umræðu sem bara á sér stað út í bæ og að það það að við bara hugsum það hvaða fólk hvað sem við viljum að sé í kringum unglinga og stýri svona vinnustað. En það nú ekki öll kurl komandi grafar varðandi verkefni fyrir 8. bekk, þannig að það bara fólk hér á okkar snærum sem að reyna að finna einhverjar lausnir á þessu og ég vona að það verði bara að veruleika þar sem að við sitjum uppi þá með óráðstafað fé sem að hefði annars farið í þessa vinnu og við bara eigum að nýta það til þess að bjóða þessum börnum upp á einhvers konar starf í hvaða formi sem það Þannig að ég bara er bjartsýn að það gangi upp. Ég ætla bara að leyfa mér að vera það. En já, mér bara finnst mér finnst við bara að minnsta kosti þurfa bara að horfa til þess hvers við erum að ætlast til af þeim sem eru í kringum unglinga. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Þeir sem óska eftir að
Já, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vildi endilega koma hingað upp undir fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og og þakka bæjarfulltrúum sem hafa komið hingað upp áður fyrir góðar yfirferðir. Alveg eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór og Jónína Margrét komið hérna inn á að þá vil ég einnig ræða hér Vinnuskóla Akraness. Þetta náttúrulega alls ekki að falla vel í krami hjá samfélaginu okkar hér, að við erum ekki að geta staðið undir því að bjóða 8. bekk vinnu í sumar. Nema eitthvað stórfenglegt gerist og við getum boðið upp á einhver önnur úrræði. Við erum að sjá hvernig tíminn leiðir það í ljós. En það sem kannski mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á og mér langar að koma þess inn á að við fengum fyrir ekkert svo löngu síðan góða kynningu frá Jóni Hjörvari sem sá nú vinnuskólan hjá okkur í fyrra sumar og þar var farið yfir í raun og veru þær áskoranir sem voru uppi sumarið 2025 og kannski þær áskoranir sem líka á kreiki varðandi hvað við erum orðin miklu eftirbátar í mörgu. Umræðan endurskipulagningu vinnuskólans ekki nýtilkomið. Þetta hefur verið rætt í fleiri ár, bara svo því sé haldið til haga. Og ég held að ég hef nú verið starfsmaður Akraneskaupstaðar á þeim tíma þegar það heyrðist nú fyrst rætt einhvers konar endurskipulagningu og hugsa vinnuskólan upp á nýtt. Og það mjög sorglegt að við sem einhvern veginn komin á þann stað að við getum ekki veitt þessum ungmennum sem að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði, hvernig sem vinnuskóli samt þau að koma þangað inn og þau að læra að vinna, taka ábyrgð, vera stundvís, svolítið svona hugsa, vera svolítið sjálfstæð og það mjög sorglegt að við sem komin á þann stað að við fáum ekki flokkstjóra til vinnu út af því að við erum ekki búin að bregðast við með réttum hætti með það sem búið að gefa okkur upplýsingar Þegar ég segi að við sem búin að vera eftirbátar Akraneskaupstaðar varðandi vinnuskólan að núna staðan sú að við hefðum þurft í fyrra vorum með 12 flokkstjóra sem voru að sinna Þá hefjum við fund að nýju. Við duttum hérna út úr útsendingu, þannig að við erum lentum aftur í tæknivesenni. En það var í miðri ræðu bæjarfulltrúa Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttir, þannig að ég ætla að bjóða þér orðið aftur. Sædís Alexía, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég man ekkert hvar ég var stödd í ræðinu minni þegar þetta allt saman hrundi hjá okkur smá tæknilegir erfiðleikar. En við vorum að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og þar fyrsta dagskrárliður vinnuskólan. Ég var nú búin að þylja hellings upp og var svona eiginlega tala einmitt hvað þetta væri orðin sorgleg staða að við værum komin þangað og hvað við værum eiginlega orðin miklu eftirbátar þegar kæmi að vinnuskólanum hjá okkur. Það sem ég kannski furða mig aðeins á, ég fer þá bara aðeins yfir í það sem veltist aðeins hjá mér að það var í febrúar sem að við tókum sameiginlega fund, bæði Skólafrí og skipulags- og umhverfisráð, þar sem við vorum að ræða tillögur vinnuhóps breytingarnar. Ég bara velti fyrir mig hvað gerðist í millitíðinni hjá okkur. Það kom þarna fram tillögur sem var falið sviðsstjórum að vinna áfram með, en síðan allt í einu þessi staða komin upp að staðan var óbreytt og héldum áfram
hlutunum eins og þeir voru og niðurstaðan þessi sem við erum að uppskera. Kannski brýni ég bara það að við þurfum kannski að taka hefum átt að taka þessar tillögur meira alvarlegri augum þegar þær lágu frammi fyrir okkur, þar sem hefum þá strax geta mögulega brugðist við með betri hætti heldur en hvernig staðan núna hjá okkur. Þannig að ég held að þetta sé náttúrulega bara verkefni þá nýrra bæjarstjórnar. Ég er samt alveg vongóð það að við finnum einhverja leiðir, en ég velti því samt fyrir mér að því umræðan var áðan líka að koma mögulega í alls konar önnur verkefni, en þá þurfum við samt sem áður eitthvað með þeim. Og við vorum ekki að fá það inn í vinnuskólan. Ég veit ekki hvernig við erum að fá eitthvað inn í það hlutverk samt sem áður þó sem við breytum verkefnunum. En þetta mögulega eitthvað sem þá að í vinnslu og vonandi leysist þetta eitthvað neginn hjá okkur. En ný bæjarstjórn þarf þó svo sem að taka til líka fastari tökum að huga í hvernig við ætlum að hátta vinnuskólan til framtíðar hjá okkur. Það hefur líka alveg verið umræða hvar hann á heima. Á hann heima hjá skóla- og frístundaráði, á hann heima hjá skipulags- og umhverfisráði eins og það í dag, skipulags- og umhverfissviði. Þannig að þetta alveg svona hlutir sem við þurfum að fara að hugsa og hægt að vera eftirbátar þegar kemur á þessu, því þetta er mjög mikilvægt. En ef ég held þá bara aðeins áfram varðandi þessa tilteknu fundagerð, að fara á mál númer 4 sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór stiklaði líka einnig á í upphafsræðu sinni, varðar breytingar á jaðarspökkum. Við erum náttúrulega búin að fá bara gríðarlega ásókn inn á svæði hjá okkur með tilkomu vörklass og við erum að fara að sjá þarna bara mikla fjölgun, ekki bara íbúar, heldur líka bara gestir. Og þarna liggja fyrir tillögur ákveðna breytingar á vallarhúsinu og afgreiðslunni og betri tengingum með vörklass við sundlaugina. Og þetta er mjög brýnt að við förum í þetta verkefni. Þetta geti gert bara mikið fyrir jaðarspakkana þar til að við förum í stærri framkvæmdir í framtíðinni. Þannig að þetta er mjög brýnt og verður mjög spennandi að taka þetta aðeins áfram þar til að nýju fulltrúar koma inn. Hvernig sem það allt saman fer. Ef við förum síðan næst í mál númer 11, varðandi Suðurgötu 57 Landsbankahúsið. Og þar áttum við náttúrulega bara frábæran fund í gær. Ég held að þetta sé með þáttaka á skipulagsfund hjá okkur eða svona lítinn auglýst, eða svona lítið mál en svona auglýstu fundur, en samt ekki lítið mál en stórt mál í því samhengi. Og þeir voru náttúrulega frábæri þeir sem voru að kynna þessa breytingu á húsnæðinu, og það sem kannski svo fallegt við þetta hvað þeir eru að halda bara í hönnun húsnæðisins og svona þá merkingu og tengingu sem það hefur við Skagann. Og mér finnst bara fallegt hvernig þeir kynntu þetta og fóru aðeins yfir þetta og voru að heiðra bara hönnun eða arkitektinn sjálfan á húsinu. Þetta er náttúrulega bara bara algjört grettistak að fá þarna næsta sumar einhverja starfsemi í húsið og fá þarna veitingastað og hótel og veislusal og hvað eina. En við þurfum samt að halda þessu áfram á lofti því að við viljum annað hótel auðvitað líka, eða stækkun þessu hóteli. En þetta er vissulega frábær byrjun og ég er mjög spennt fyrir því að þetta raungerist með sveitarfélaginu hjá okkur. Og síðan kannski bara síðasti liðurinn sem hreinsunarvika. Þetta bara var frábært að labba hér bæinn og sunnudaginn. Það voru allir að taka þátt í þessum degi og hreinsa bæinn okkar sem gerir þetta bara blessunarlega bara mjög gott að fara inn í voru svona á sumarið þar sem að svæðin okkar eru hreinsuð og búið að tína rusli hér og þar og við hittum nú hann Jón garðyrkjustjóra á Varbergi að sækja rusl út allt þar sem var búið að safna í hauga og taka og fara með í gáma. Það var bara frábært framtak. Þannig að ég vil bara þakka íbúum og öll framboðum voru nú líka með plokk á ýmsum stöðum, þannig að þetta var bara mjög gott framtak. Hvatti aðra til. Þetta kom bara framfæri þökkum til íbúa varðandi hreinsunarvikuna. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og næst fær orðið bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri, því sem að heimasíðið. Já, ég bara aftur hér uppi undir máli 1 og langaði bara aðeins að ávarpa aftur fyrsta mál vinnuskólans og kannski svona bara varðandi hugleiðingar bæjarfulltrúa Sædísar Alexíu, þá lá fyrir það lá fyrir greining svona á vinnuskólanum eftir sumarið síðastliðna, bara fyrir haust. Það bara inn í annarri fundagátt sem að ég bara hreinlega nennti ekki að opna til að fara að leita í. En við fengum öll kynningu á stöðu vinnuskólans eftir það sumar. Þannig að það lá svo sem alveg fyrir fljótlega eftir sumarið hvernig vinnuskólamálum var háttað það sumar og í hvað stefndi. Þannig að og þá sem sagt fáum þessa kynningu. Þannig að í febrúar þá var þessi sameiginlegi fundur þar sem að forstöðumaður vinnuskólans, mig langar að kalla hann það, kemur með sem sagt tillögur að breyttu fyrirkomulagi. Þessi sameiginlegi fundur var þá sameiginlegu fundur skóla- og frístundaráðs og svo skipulags- og umhverfisráðs. Og þá var einmitt sviðsstjórum falið að vinna þetta mál áfram og síðan málið tekið aftur upp í skipulags- og umhverfisráði og þar eru kynntar tillögur bara að fyrirkomulagi, engin önnur afgreiðsla þar. Síðan á fundi skipulags- og umhverfisráðs 16. mars að þá búið að samþykkja að hækka laun flokksstjóra vinnuskóla til að reyna svona að laða fólk að í vinnu og svo treysta á að lengja auglýsingafrest og freista þess að fá fleiri flokkstjóra í vinnu. Þannig að þetta í raun og veru það eina sem ákveðið var að láta á reyna þá. Þannig að en vinnuskólinn vissulega á höndum skipulags- og umhverfisráðs, þannig að það svo sem kannski þeirra með að hafa dagskrárvald í að breyta hlutum varðandi vinnuskólan líka. Takk. Takk fyrir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs? Það enginn sem gefur merki, þar með ljúkum við umræðu þessa fundargerð. Förum í fundarlið nr. 8, málsnúmer 2603 2567, 260. og 4. fundur velferðar- og mannréttindaráðs sem framfór þann 13. apríl síðastliðinn. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Kristín Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Mig langar að byrja á því að fjalla lið 1 sem uppbygging skammtímadálar á Akranesi. Þarna vorum við í raun og veru að taka ákveðin skref í að raungera þá áætlun okkar og vilja bæjarstjórnar að byggja skammtímadöl á lóð gömlu slökkvistöðvarinnar og áhaldahússins við Laugabraut. Með því að fela starfsfólki umhverfis- og skipulagsráðs sem hafði verið afgreitt og fundið þar og við vorum að skipa okkar starfsmann í svona ákveðin undirbúningshóp fyrir þetta verkefni. Þannig að þar Lárus Ársælsson frá umhverfis- og skipulags- og umhverfissviði og svo Hildur Gunnur sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs sem hefur undirbúning að þessu verkefni fyrir okkur. Síðan annað málið mál nr. 2 akstursþjónustan.
Við náttúrulega fórum í það, buðum það úti í vetur eftir langan undirbúning og mikla vinnu með aðila sem hefur mikla reynslu af útboðum á akstursþjónustu allt land. Það gekk ekki alveg nógu vel hjá okkur. Við fengum bara eitt tilboð sem var ekki hagstætt fyrir bæinn. Þannig að við vorum að hvetja til þess á þessum fundi að prófa útboðsleiðina aftur. Hún er ekki fullreynd og þá eigum við þessa vinnu sem að við kaupum af þeim aðila sem við erum og við vonum til þess að bara okkar starfsfólk hér innan hús sem hefur talsverða reynslu af alls konar útboðum geti hjálpa okkur til að gera þetta þannig að við getum sótt hagstætt tilboð. Það er mikilvægt fyrir okkur að koma skikk á þessa þjónustu. Hún er sprungin að miklu leyti. Það er lítil sem engin, það er engin þjónustu náttúrulega eftir klukkan 6 á daginn vegna þess að akstursþjónustan er bara meðan að strætisvagnar keyra. Og takmörkuð þjónusta. Þannig að með því að fá inn aðila sem hefur kannski hagsmuni af því að selja út þjónustu þegar að þjónustu bæjarins lýkur, þá væri það til hagsbóta fyrir alla. Annars verðum við kannski að horfa á það ef við náum ekki að bjóða þetta út að hvernig við getum sjálf aukið þessa þjónustu. En við þurfum að huga því hvernig við framkvæmum þetta og hvað við erum að bjóða upp á. Þriðja máli sem var á fundinum er stefna í málefnum fatlaðs fólks á Akranesi. Þar erum við að í raun og veru stefna í málefnum fatlaðs fólks. Við erum samþykkið að fara í samvinnu við önnur sveitarfélög á Vesturlandi. Að fara í sameiginlega stefnu fyrir fatlað fólk, allavega einhvers konar grunnvinnu í því. Þannig að stefnur sveitarfélaga á Vesturlandi séu sambærilegar í málefnum fatlaðs fólks. Við á Akranesi eigum raun og veru ekki stefnu í málefnum fatlaðs fólks, við eigum mannréttindastefnu, þar sem að málefnum fatlaðs fólk er náttúrulega hluti af því. Þannig að hvernig sem þetta fer, þá þurfum við náttúrulega að vinna okkar stefnu líka. Og það er vonandi að við fáum góða niðurstöðu úr þessari vinnu sem við getum svo heimfært á okkur og bætt við ef þarf. Þannig að þetta eru 3 mjög mikilvæg málefni sem voru þarna á fundunum okkar. Reyndar vantar seinni fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs sem var í síðustu viku inn á fundin. Hún hlýtur að koma á næsta fundi. Þannig að ég þakka fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Fleiri sem óskast eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Svo er ekki. Þá höldum við áfram dagskrá, förum í 9. fundarlið. Málsnúmer 2604 3191. Þetta er 283. fundur skóla- og frístundaráðs sem framfór þann 24. apríl síðastliðinn. Fundargerðin lögð hér fram til kynningar og orðið laust hana. Það óskar enginn eftir að ræða þessa fundargerð. Þar með hefur hún verið lögð fram. Fundarliði 10 og 11 ætla ég að leggja til að við tökum eina umræðu sem að þetta eru 2 fundargerðir frá stjórn Höfða. Eitthvað sem að gera athugasemdir það? Engar athugasemdir. 10. fundarliður, það er fundargerð stjórnar Höfða frá 169. fundi sem framfór þann 30. mars og 11. fundarliður er fundargerð númer 170 sem framfór þann 16. apríl síðastliðinn. Orðið er laust þessar 2 fundargerðir frá stjórn Höfða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Aðeins að koma hérna upp undir fundagerðinni 170 frá 16. Þar tekur stjórn Höfða fyrir tillögur undirbúningsnefndar sem var skipuð með það markmiði að stækka Höfða og þau eru búin að vera að störfu núna en koma með þessa bókun sem að kemur fram í þessari fundagerð og við stjórnin tekur undir. Og ég ætla að vona við fáum kynningu hérna á eftir bæjarstjórnin þetta og það sem að skipulags- og umhverfisráð ætlar að bjóða okkur á fund þar sem þetta er tekið fyrir, þannig að það er áhugi, veit ég, fyrir því að klára þetta mál eins hratt og hægt er til þess að við séum komin í þessa röð og getum farið að vinna í málinu. En ég ætla bara að þakka undirbúningsnefndinni kærlega fyrir hennar störf. Við sjáum til hvort að hún heldur eitthvað áfram en það er að koma allavega ákveðin niðurstaða í þetta mál að við ætlum að stefna því að fjölga rýmum 60 sem er nokkuð vel gert og vonandi erum við þá komið með rekstrarhæfa eða betur rekstrarhæfa einingu en við höfum í dag. Og svo þarf að náttúrulega klára þessi leigumál, það kemur fram í þessari fundagerð að nefndin leggur til að verði farin svokölluð leiguleið. Það er að ríkið sér alfarið að byggja húsið eða láta byggja og leigir það svo af viðkomandi fyrir Höfða. Þannig að ríkið í rauninni ábyrgist alla leigugreiðslur en reksturinn verður svo aftur á okkar herðum ef að við höldum því áfram eins og er. En það er náttúrulega svo líka eitthvað sem við þurfum að tala saman En fyrsta formaður nefndarinnar rak hér í nefið, þá ætlum ég að þakka honum kærlega fyrir að hafa leitt þennan hóp og náð þessari niðurstöðu. Takk. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir frá stjórn Höfða? Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þá förum við í næsta fundarlið, 12. fundarliður, málsnúmer 2604, 2885, fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2026 og hér er lögð fram undirrituð fundargerð aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur sem framfór þann 17. apríl síðastliðinn og ég ætla að byrja á því að taka orðið hérna aðeins varðandi aðalfund Orkuveitunar. Þar í 3. fundarlið er hérna lögð fram tillaga arðgreiðslur á árinu 2026 og tillagan er borin upp og samþykkt samhljóða og samþykktin er þó svohljóðandi: stjórn Orkuveitunar samþykkir að gera tillögu til aðalfundar arðgreiðslu af fjárhæð 4.500 milljónir króna, eða tæplega 1,6% af eigin fé í árslok 2025 og 40% af hagnaði ársins.
Felur tillagan einnig í sér að arðgreiðsla af fjárhæð 3.500 milljónir króna er án fyrirvara en útgreiðsla 1.000 milljóna króna er háð hagfelldri niðurstöðu óvissu þátta sem fjallað í greinargerð. Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2025 til 2027. Þannig að þarna er sem sagt á leiðinni á þessu ári arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð að minnsta kosti 3.500 milljónir og 1.000 milljónir að auki náist sem sagt hagfelld niðurstaða í fyrirfram skilgreinda óvissu þætti í rekstri. Eins og fram kemur í tillögunni að þá er þetta allt innan þeirra skilyrða sem að sett eru og af þessum 3.500 milljónum og hugsanlega 4.500 þá eigum við Akraneskaupstaður hlut í samræmi við hlut okkar í Orkuveitunni 5,5%. Ég vildi bara koma þessu hér á framfæri úr ræðustól og orðið laust fundargerð aðalfundar Orkuveitu. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þar með hefur hún verið framlögð og við förum í 13. fundarlið sem jafnframt síðasti liðurinn í dagskrá þessa fundar fyrir fundargerðir frá Sorpurðun Vesturlands, málsnúmer 2603, 2640 og hér lögð fram fundargerð aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands sem framfór þann 25. mars síðastliðinn. Orðið laust fundargerð aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands. Það óskar enginn eftir að taka til máls, þar með telst sú fundargerð framlögð. Og fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir góðar umræður á þessu fundi og þakka þeim sem að hlýddu í streymi þolinmæðina yfir því að við lentum tvisvar sinnum í töfum með fundin vegna þess að við vorum í vesenni með tæknimálin. Svona geta hlutinir bara stundum gengið fyrir sig. Allt fer þetta vel að lokum og gerir fastlega ráð fyrir því að hægt verði að horfa á upptöku þessa fundar án tafa í framtíðinni. Segi þessu fundi slitið.